Töframaðurinn Pétur Pókus líklega göldróttasti maður landsins og hingað kominn til að sýna okkur nokkur brögð. Pétur, þetta ekki bara fingrafimi, frekar en nokkuð annað? Jú, hefur mikið að gera. Þetta ekki allt bara í puttunum? Mest allt. Nei, það er, jú, bæði og. En sko líka hausinn, ekki bara puttunir. Og líka minn oft allur, sko. Nú alltaf verið að auglýsa svona myndbönd þar sem eru gefið upp all helstu leyndarmál í töfrabrögðunum. Er þetta eitthvað ógn af þínu starfi þegar allir vita hvað gerist? Er allt einhverja einfaldar brellur sem eiga sér skýringar? Sko, já, þetta góða spurningar. Spólurnar eru, sko, ég gef ekki mikið fyrir þær. Þegar ég sá þetta auglýst, þá fór ég nú á stað og keypti mér þessar 3 spólur til að sjá hvort að starfi mínu væri ógnað. Og ég held að starfi töframanna sé ekki ógnað með þessum spólum, langt í frá. En auðvitað eru skýringar á öllu. Og við töframenn gefum okkur ekki út fyrir að vera kannski göldróttir. Þó svo að sé margt sem við gerum sem að er ekkert svindl. Þetta eru sem sagt fyrst og fremst bara sjónhverfingar? Já, sjónhverfingar. Töframenn, já, mér finnst bara yfirleitt töfrabrögð best orðið því að sko, þekkið listamanninn Dalí sem málaði málverk. Þá var hann mikill sjónhverfingamaður bara í sínum myndum. Já. Þannig að orðið sjónhverfing er dálítið annað heldur en töfrabrögð. Getur ekki kannski sýnt okkur eitthvað svona einfalt sem er auðvelt átt að sjá á? Við erum svo nálægt að við getum reynt að fatta hvað... Það er eiginlega smá saga með þennan lykil sem ég held á hérna. Ég bjó einu sinni í London og ef þið hafið komið þangað þá þekki ég stað sem heitir Camden Town. Þar er markaður yfirleitt helgar og allskís fólk að selja allskís varning. Og ég rambaði þarna inn á gamlan mann sem var að selja svona antikmuni, svona eins og er í kringum okkur hérna. Og ég sá þennan lykil á borðinu hjá honum. Ég tók lykilinn upp og spurði manninn af hverju þessi lykil væri. Hann tók lykilinn aftur af mér og sagði, Pétur, þú ert töframaður? Og ég segi, já, Pétur, hvernig í ósköpunum veistu það? Þá sagðist hann hafa séð það einhvern veginn í fari mínum. Hann sagði við mig, ef þú kaupir þennan lykil af mér á 1 pund, þá getur þú hleypt hverjum sem er inn í The Magic Kingdom. Eins og hann sagði, Magic Kingdom, sem að hlýtur að vera eitthvað töfraríki. Ég sló til, keypti lykilinn, pældi ekkert í þessu í kannski 1-2 ár. Svo var ég í flutningum, rakst á lykilinn og ég fór að hugsa um þennan kall þarna. Og hugsa um að hleypa fólki inn í Magic Kingdom. Já, ok, hvernig fer ég að því? Lykill, ég hlýt að þurfa að opna einhverja hurða. Svo komst ég að því. Og nú er eiginlega spurningin, viljið þið 2 koma með inn í þetta ríki? Endilega. En sko það er ekki allt gott að inni, ég skal alveg lofa ykkur því. Það er ýmsar hindranir og svona. En við miðum að því að gera þetta að góðu ríki. Það er ekki aftur snúið. Viltu skoða lykilinn? Já. Allt í lagi með það? Já. Vilt þú skoða hann? Ég treysti Kjartani, hann veit lykla. Allt í lagi með það. Setjið lykilinn í hendina og svo skulum við sjá hvað gerist. Nei. Velkomin. Þakka þér. Velkomin. Má ég sjá? Já, það er alltaf leið. Það er ekkert inn í kringum. En þú ert með annað bragð. Þú ert líka sverðagleipi. Já, ég hef verið að gleypa sverð. Mikið rétt. Geturðu kannski sýnt okkur? Sko já, mér langar samt að segja ykkur svona, sko ég er með 2 sverð. Annars vegar þetta sverð sem að fellur svona saman. Það halda rosalega margir að sverðgleypingar sé eitthvað svindl. Gangi út á þetta. Já, út af því að það er í flestum tilfellum töframenn sem gera þetta. Stundum jú fakírar svo kallaðir
eða við heyrtum þá. En þetta sem sagt svindsverð og á sviði mynduð ekki sjá það. Nei. Ég ætla að sýna ykkur fyrst hvernig þetta sverð myndi fúnkera, hvernig það líti út. Svo er ég með annað sverð hérna. Og þú ert með alvöru sverð. Sem er alvöru sverð, ekkert sem fellur saman. Þannig að við byrjum á hinu sverðinu, svo strax á eftir sýni ég ykkur hvernig sverðklippingar eru í raun og veru. Ok, gjörðu svo vel. Þetta var glæsilegt fyrir. Heyrðu, ég þakka þér kærlega fyrir og passaðu á þér hálsinn. Takk fyrir það. Ég gerði þetta næst. Takk fyrir það. En við þakkum fyrir okkur í kvöld. Já, kolkrabinn er enda. Og við sjáumst aftur á morgun. Þá verðum við með ýmislegt skemmtilegt eins og til dæmis bíómyndir og tónsmjör. Og margt fleira. Takk fyrir okkur og bless bless.